Við förum fljótlega sko. Við erum ekki verið fyrir vonbrigðum. Ég bara bjóða það velkomna. Davíð og Stefán. Davíð og Stefán, gerðu svo vel. Hamingju með daginn. Já, þakka fyrir. Já, það er það. Ég var að leita eitthvað í sparifötum. Hann að stilla græjuna, þá ætla ég að syngja fyrir þig lítinn afmælissöng. Þetta svona bara frá mér til þín. Afmælisdrengurinn, sómapilturinn, hann sko ekkert skarn. Hann gólfari og líka múrari, hann Hanse Ísöbarn. Hann var einu sinni lítill, hann var einu sinni mjór. Hann var áður miklu minni, hann var aldrei neitt sérlega stór. Hann mikill sómapiltur og ferðast víðum lönd. En í gólfi hann hokinn eins og sjálfur Andrés Önd. Syngja í tilefni dagsins lag hamingjuna, það sem skiptir máli í lífinu, það hamingjan, fegurðin og kærleikurinn. Þetta frekar leiðilegt lag en textin góður. Hamingjan rís á þögur. Þegar Guð var ungur var enginn heimur, aðeins niðri nóttin og nakinn geimur. Síðan bjó hann til heim úr heilmiklu og slatt af hamingju. Hann skóp fugla og fé, fiska blóm og blé, skellti tungl og sól, inn í ský og pól. Síðan fegurðin á kærleikann, loks kom hamingjan en hamingjan. Best af öllu hamingjan verkinu, blanda fegurð, ást og góðmennsku, var það skærri hærri. Hamingju en hamingjan. En í paradís að það mefur sá, byrtist hamingjan þeim báðum, já, svo græðinu. En þá hvarf hamingjan yfir fugla og fé, fiska blóm og blé, stjörnur, tungl og sól, inn í ský og pól, breyttist græðin út allt. Hamingjuna mat hamingjan, best af öllum hamingjan. Ég þekki marga golfara og ég úr Keflavík og var ofta að tína flöskur þarna í fjörunni. En svo fyndið ef maður á golfvelli og maður hittir kunningja sinn og maður segir, ert þú golfari? Ef hann svarar, af hverju spyrðu? Þá veit ég hann mjög lélegur. Líða áfram létt sem
stein. Hvíslast áfram tær og hrein. Ég vildi að ég væri eins og þú og vakna gæti bæði dag og nætur. Að öllu skyldi kveða áður munaðast og trú sem aldrei bregst en huggar ætur. Já, ef ég mætti lifa eins og lindin silfurtær sem hug á sína undrastrengir slæ. Hvísla ljóða grænni grein, glettast við lítinn fót, lauma koss á kaldan stein, kastast áfram þær og hrein. Ég vildi að ég væri eins og þú og vakna gæti bæði dag og nætur. Að öllu skyldi kveða áður munaðast og trú sem aldrei bregst en huggar ætur. Já, ef ég mætti lifa eins og lindin silfurtær sem hug á sína undrastrengir slæ. Það er ég nú Keflavíkin að finnst mér alltaf þó ég sé fluttur hérna í Mosfellsbæinn að þá hérna er ég alveg upp á sjó og við sjóinn en þetta er sem sagt einn af 3 stöðum sem er ekki með bryggju þannig að við langar til að mér var satt að vera í partýlið hérna það var óbúslega skemmtilegt fólk en hún tók það fram ég sagði sko þú veist það var hringt í mig sko ég spurði hverjir verða í afmælinu hvers konar fólk þetta er aðalega iðnaðarmenn, golfarar og oddfelloðar þannig að ég vona að fjölskyldan sé að gera eitthvað skemmtilegt í dag hún var ekki talin upp honum bara þegar það skemmtilegst maður syngja lítið lag og þeir tralli með viðlagið Ég sá hann í dag og ég sá hann í gær hann söng hann hélt frá landi og við honum blasti inn við fermisær vindurinn söglinn þannig og nú komið ykkur Hæ, hó, allir allir Hæ, hó, allir og svanir Síldina við
við höfum tvisvar skemmt í afmæli hérna á Rituhöðunum og þar það þannig að fyrst afmæli, þú veist, og það bara gatan og svo koma ættingjarnir daginn eftir. Hérna notar hann Stefán, já, segðu. Það svolítið sérstakir hann í Rituhöðunum. Ég veit það, ég hef verið það. Herru, Stefán, hann ætlar að taka eins við þér. Hann ætlar ekki að æfa sveifluna, hann ætlar að sjá hvers megnuð þú varst. Komdu næst til mín. Við erum vel upp aldir og vitum það að maður á ekki að taka alla athyglinna sjálfur sérstaklega þegar einhver annar á afmæli. Nú ertu komin þetta til mín og stendur mér á vinstri hönd. Svona fallegur eins og þú ert. Ég ætla að taka þér fyrir, ég veit það. Nú erum við hérna, okkur vantar annan hérna okkur til fulltingis, svona einhvern sem að, já, gólar kannski eitthvað aðeins. En ég ætla að kenna ykkur söngframkom, ekki af áhyggjur hans. Bentu nú bara á einhvern sem þið illa við, það langt. Já, eitthvað svo líka. Á ég að velja? Já, ok. Þú veit, hvernig þetta benda á ösku mín? Nei, ekki. Komdu hérna. Þakka þér fyrir að vera sjálfboðali í þessu atriði. Þetta í sjálfu sér sára einfalt, herrar mínir. Komið 3 ára að læra þetta, þið fáið ekki 3 setningum. Stöndu svona aðeins aftur þannig að allir sjá hvað við erum svona aðeins. Eitt skrif svona, já, fínt ok. Setjið vinstri fótinn fram. Setjið vinstri höndina upp á við eins og þið séuð að betla pening. Snakkur þessu. Skálinn og allt bara. Horfið þið fram á við og halliði hausnum til klukkan 1:30. Hljómandi gott. Nú, ég mun setja maestro af stað, ég mun syngja á hvað svo sem þið gerið, herrar mínir, hvort sem þið syngið með eða þykist syngja með. Já. Ekki missa stellinguna. Sole
út og svona og býð til klappinu en ég sé að það búið, ég kemst ekki. En mér langar svona, ég veit að ég núna hérna, maður á alltaf sko leyndarmáli í góðum veislum hans og þú veist þetta og þið karlmenn vitið að þegar karlinn þegar kona að fagna að þá maður að syngja til konunnar, þá verður hún glöð. En þegar karlinn að fagna að þá maður að syngja til konunnar því þá verður hún glöð. Því þegar konan glöð að þá karlinn rosalega glad. Þetta vitum við. Við eigum alltaf að syngja til kvenna. Þannig að núna ætla ég svona að lokum að ég sé brosin á þeim hérna og þegar það horfa á mig. Syngja lag og fugla á þeim í leiðinni. Það er svo marga myndavélar hérna að þetta er alveg upplag. Ég ætla bara út. Virkilega hérna hafa sagt sem Davíð sagði hérna sko fólk með stemningunni í lagi en þú bara mæli með því að þið fáðu ykkur aðeins meira í glösin og svolítið kannski bara svolítið mikið meira því að það skemmtilegasta er búið. Í hláturinn og allt það. Þá ætla ég að biðja Kati, Dagmar, Klöru og Kjartan að koma í röð. Það er klara.
Svo ætla ég að biðja Hans líka að koma þarna. Vegna þess að þetta atriði hérna, það afmælisgjöfin þeirra til Hans. Þannig að þú átt að þakka fyrir þig. Já, og Alli náttúrulega. Hvað Alli? Já, ok, þetta við hengin. Þannig að hvað Alli? Alli nýrmann, hann svo nýrmann, hann verður bara að þola þetta. Það þetta ekki glæsilegt lið? Glæsileg fjölskylda. Svo eitt viðbót, það fyrsta ræðan. Já, Stefán Jónsson, yfirmeistari stúkur nr. 23, Gissur Hvíta, hefur beðið hljóð, gjörðu svo aðstöðu. Kæra afmælisbarn og ágætu afmælisgestir. Eins og við sjáum varstu fallegur sem barn og enn ertu fallegur í dag. Þið sjáum myndina sem senda okkur. Þegar þú gekkst til liðs við 80-stúkuna Gissur Hvíta fyrir 11 árum var það gæfa fyrir stúkuna. Þú hefur gegnt ýmsum trúnaðarstörfum í stúkunni og ert nú fjörðir í stjórn hennar. Það gott að leita til þín, þú ert alltaf jákvæður og sinnir starfið þínu samviskusamlega. Þú prímus mótor í golfiðkun stúkubræðra. Þegar við höfum haldið golfmóttaka hér í Mosfellsbæ, hafið þið Katrín opnað hús ykkar fyrir bræður og maka, fyrir verðlaunaafhendingu og grill á eftir. Þetta hafa verið einstaklega skemmtilega stundir og þökkum ykkur fyrir gestristina og hlýjar móttökur. Það vita allir hversu góðu golfleikari þú ert, með 2 eða 3 í forgjum, verið í landsliðinu í golfi, unnið landsmót Oddfjörðlaga og með annarri hendinni hefur þú vunnið golfmót Gissura Hvíta. En það lýsir því eflaust best að þú leyfir okkur bræðrunum, öðrum hverjum að vinna mót og það oftast ég sem ég munið við. Kæri bróðir, við Hans bræður í Gissurum Hvíta óskuðir innan til hamingju með 60 árin og ég vil biðja að koma hér og taka við smá gjöf frá okkur stúkubræðum. Lengi lifi. Ef ekki að skála fyrir afmælisdaginn. Já. Jæja, ágætu gestir. Þannig að Katri bað mig að segja eitt brandara fyrir sig. Hún horfir svona til framtíðar, hún ekki langt sko, hann 60. Þetta uppi 67 ára kall sem að fara ellilífið. Þannig að þá hugsaði hann svona, þetta hafi verið svona fyrir hans svona eitthvað, sko hann var 67 ára og hætti að vinna. Þá hugsaði hans með þessu, þá fór ég að ganga frá öllu í sambandi við sko ellilífirinn og fór til lífeyrissjóðsins og talaði við konuna á skrifstofunni. Og hún baði að sjá ökuskírteini hans til að staðfesta aldurinn og þá uppgötvaði hann að veskið hans þá voru það eftir heim. Þá sagði konan að þetta allt í lagi og baði hann að heppa frá efstu 3 tölunum á skírteinni. Og hann gerði það, hún sá silfurgráa engla kárið á bringunni og sagði að þetta var nóg til að staðfesta aldurinn. Þegar heim komið sagði hann Katri frá þessu og hún var svona hálf örg. Alveg eindirmis asni ertu maður. Þú hefur átt að láta buxurnar halla líka. Ég vissum að þá hefðið þú fengið örorkubætur.